Hér í dag erum við að fagna því að jáandaskanni er komin hér í gagnið á fulla virkni. Þetta er gríðar mikilvægt skref í nútíma heilbrigðissögu þjóðarinnar. Þetta í rauninni skapar möguleika á því að greina með miklu meiri nákvæmni en áður tegundir krabbameina og ýmissa bólgusjúkdóma sérstaklega. Við höfum verið að senda það bil 200–250 manns á ári til Danmerkur en nú náum við að sinna fólki hér heima og sést það strax á því að við erum kannski með í kringum 1000–2000 manns sem hér munu koma á ári í þessar rannsóknir hér. Nú við búumst við góðum upptakt í þessu og næsta ári gerum við ráð fyrir að gera það bil 100 sjúklinga á mánuði eða svo. Þannig að það fjölgar hjá okkur í þessi sjúklingahóp. Fólk sem var of veikt til að vera ferðafært áður, að það getur nú komið í þessar rannsóknir sem afar mikilvægt. Við munum öllum líkindum byrja með rannsóknir með sporefni sem að finnur amyloid í heila og er notað til að meta Alzheimer sjúkdóminn og einnig erum við að horfa til annarra nýrra sporefna, svo sem sporefni til að skoða krabbamein í blöðruhálskirtli. Sporefni er efni sem við sprautum í sjúklinginn, það er geislavirkt efni sem hefur sérstaka eiginleika og sækir í ákveðna vefi eða starfsemi í líkamanum. Og þannig að þetta er líkt því skuggaefni sem við notum í aðra rannsóknir en er miklu sértækara. Ég var búinn að eyða töluverið orku í að reyna að hvetja ráðamenn til að hlúa betur að heilbrigðiskerfinu og mér fannst vera ástæða til þess að ýta líka við einkaaðilum til þess að hlúa þessu kerfi, heilbrigðiskerfi sem á að þjóna okkur öllum. Svo mér tókst að samfara einkaaðila sem að býra til að dýrum sjóðum í að gefa jáandaskanna til spítala sem ég fannst að passa inn í þessa heildarbaráttu fyrir hagsmunum sjúkrahússins og fyrir hagsmunum heilbrigðiskerfisins almennt. Mér finnst það gleðilegt að það tókst að afla fjár fyrir þessu apparati. Mér finnst það hins vegar dapurlegt að það þurfti að gera það. Að þetta skulle ekki hafa komið af fjárlögum. Við kunnum auðvitað Íslenska erfðagreiningu og Kára Stefánsssyni sérstaklega miklar þakkir fyrir þessa höfðinglegu gjöf. Þetta er þjóðarsjúkrahús og við njótum sannarlega velvildar þjóðarinnar og á vissum tíma hérna í kringum hrun þegar að fé skorti þá var þetta náttúrulega leiðin til þess að halda okkur gangandi hreinlega.